Athafnakonan Guðbjörg Matthíasdóttir, sem var einn 20 stærstu hluthafa Glitnis, seldi lungann úr hlut sínum í Glitni í lok síðustu viku, rétt áður en bankinn var þjóðnýttur. Lóa Pind Andrésdóttir. Guðbjörg Matthíasdóttir ekki að Sigurðar Einarssonar ríka sem var eigandi Ísfélags Vestmannaeyja. Guðbjörg seldi megnið af eign sinni í Glitni fimmtudaginn 25. eða föstudaginn 27. september en bankinn var þjóðnýttur áður en markaðir opnuðu á mánudegi. Hún var svo eina af 20 stærstu hluthöfum bankan sem seldi hlut sinn í vikunni fyrir þjóðnýtingu. Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, sem hefur verið helsti ráðgjafi Guðbjörgar í viðskiptum á undanförnum árum, sagði í samtali við Vísi í dag að tímasetningin væri hrein tilviljun. Glitnir hafi keypt 39% hlut Guðbjargar og nokkur annara í tryggingamiðstöðin í september í fyrra og greitt fyrir meðal annars með hlut í Glitni. Þar með fékk Guðbjörg 1,71% hlut í bankanum á genginu 28,45 sem var þá jafnvirði 7,2 milljarða króna. Gerður var söluréttarsamningur hlutin sem gildir í 1 ár sem þýðir að bankinn skuldbindur sig til að kaupa hlutin aftur eftir 12 mánuði óski hluthafinn þess. Gunnlaugur Sævar segir að sölurétturinn hafi verið virkur í 2 daga þegar Guðbjörg nýtti sér hann á 5. eða föstudag í síðustu viku. Hann vildi þó ekki gefa upp á hvaða gengi Guðbjörg seldi hlutin. Hafi það verið á sama gengi og hún fékk hlutin á 28,45, þá það 7 sinnum hærra gengi en var á bankanum nú fyrir helgi. Gunnlaugur Sævar náinn vinur Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra og var til að mynda veislustjóri í 50-afmæli hans. Sonur Guðbjargar, Einar Sigurðsson, vinnur í Glitni. Slitastjórn Glitnis hefur höfðað mál gegn Guðbjörg og Matthíasdóttur og krefst riftunar á hlutabréfaviðskiptum sem gerð voru rétt fyrir hrun. Slitastjórn Glitnis hefur höfðað mál gegn Guðbjörg og Matthíasdóttur útgerðarkonu í Vestmannaeyjum og krefst riftunar á hlutabréfakaupum sem gerð voru 3 dögum fyrir þjóðnýtingu Glitnis. Þorbjörn Þórðarson. Í september 2007 keypti Glitnir nærri 40% hlut í tryggingamiðstöðinni fyrir 20 milljarða króna af Guðbjörgu Matthíasdóttur og fleiri fjárfestum og seldi hlutabréfin síðan áfram til annara. Hluti af kaupverðinu var greiddur með hlutabréfum í Glitni en samtímis var gerður samningur sölurétt á bréfunum sem var virkur ári eftir að viðskiptin áttu sér stað. Ekki ofsögum sagt að Guðbjörg Matthíasdóttir hafi verið stálheppin þegar að bankarnir hrundi í október 2008 því aðeins 3 dögum fyrir þjóðnýtingu Glitnis seldi hún 1,71% hlut sinn í bankanum fyrir 3,5 milljarð króna. En hún var að nýta sér sölurétt sem hún hafði gert og samið ári áður. Engin annar hluthafi á lista yfir 20 stærstu hluthafana seldi bréf sín vikunni fyrir þjóðnýtinguna. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur slitastjórn Glitnisbanka ákveðið að höfða mál gegn Guðbjörgu vegna þessara viðskipta og krefst riftunar á sölu hlutabréfanna að hluta, en Glitnir tók ákvörðun málsögun eftir að Guðbjörg sinnti ekki áskorunum greiðslu. Ekki grunur saknæma háttsemi og Glitnir að láta reyna á riftunarreglur í gjaldþrotalögum en krefjast má riftunar á greiðslu á síðustu 6 mánuðum fyrir frestdag í ákveðnum tilvikum. En frestdagur sá dagur sem fyrst var óskað eftir greiðslustöðun. Slitastjórn Glitnis telur að Guðbjörg hafi með sölu hlutabréfanna fengið réttindi umfram aðra og kröfuhöfum bankans hafi þannig verið mismunað. Krefst Glitnir leiðréttingar á kaupverði og vill mismun á verðinu sem Guðbjörg seldi hlutabréfin á og gengi bréfanna í kauphöll daginn sem viðskiptin áttu sér stað, hinn 27. september 2008. Samkvæmt heimildum fréttastofu hleypur fjárhæðin á milljörðum króna. Stefnan var birt nú í vikunni og verður hún þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur á þriðjudaginn. Steinunn Guðbjartsdóttir, formaður slitastjórnar Glitnis, vildi ekkert tjá sig málið í samtali við fréttastofu. Þá vildi Sigurbjörn Magnússon, lögmaður Guðbjargar, ekki tjá sig þegar eftir því var leitað.